Ok, Birta, hvað er með besta impression of Lucinda? Fancy me? Do you really? Þetta mjög góð. Really? Really? We're not really brothers. This girl is absolutely beautiful. Beautiful! Já, og svo Liam. Eru búinn? And scene. Yeah, I'm just liberty. I just love it. I just love it. It's quite nice. I think Hugo is giving me a mixed signals. Hver er það? Er þetta Sharon? Good morning. Good morning. How are you Welcome guys? to the villa. Good to see you. Good to see you, love. Herra, ert þú með þína notes? Ég ekki með notes, sko. Oh my god. Ég bara, þú veist, live myself bara into it, skilur, ég þarf ekki notes. Nei, ég veit að ég samt skrifa bara svona Já. just in case. En það svo langt sem við töluðum við ykkur síðast að það ekki fyndið. Ágæðis hjálp, sko. Sko síðast þegar við töluðum saman, þá var Rachel að fara að velja milli Chucks og Brad. Vá, sko hvað hefur ekki gerst síðan þá? Ágæðis. Og í síðasta Love Island recapi, þá highlightum við Sharon og Aaron. Nei! Svo þeir væri bara, já þau eru strong. Shit. Þau voru alls ekki strong, sko. Nei. Það var bara örugglega þessum eftir á sem hann hætti með þeir, sko. Ándjóks. Greið, elsku Sharon. Ándjóks greiði. Það var illa veiða henni, hún var hrifin af öllum og engin hrifin af henni. Já, Einhvern en veginn. það ekki Embla. Hún er Embla ennþá gólfinu saman. með okkur. Hún er samt í stól. Hún er bara liggur á gólfinu hérna. Bara svona, for proof. Við erum basically bara að fara yfir, sko, ég veit ekki svona hvaða vikur, þú veist. Við ekki bara fara yfir svona highlights bara. Jú. Það sem við munum, skilur, og hver er okkar faves og eins og Svo Einmitt. náttúrulega breytist það mögulega. Það er bara mjög líklegt. Allavega, Rachel valdi Brad eins og við vitum. Það endaði nú ekki Ekki vel. vel, af því að Lucinda og Millie komu inn, bara stuttu seinna, og eins og við öll vitum. Bara sama kvöld líka við aldrei, sko. Já. Og hann var bara strax bara Lucinda. Og Eins og við áttum kannski von á. já. En við vorum alveg smá að halda með Brad, manstu? Já, mér fannst hann alveg að vera stór player. Já. En hérna, eftir ég horfði aftur sen, þá var ég bara, vá hvað ég hefði viljað sjá meira af Chucks. Já, það? Já, mér fannst það eitthvað svo skemmtilegur og Já. hann lúkkaði svo genuine og góður strákur. Ég vorkin öllum þeim sem kom inn og fara strax Já. aftur út. Það er alveg bara pínu svona... Já, það er svolítið... Það er pínu ósakjönd. Já, true. Líka bæði veit, þau hafa aldrei gert þetta áður. Nei. Að par þurfa að velja Á milli sín. hver fer heim. Sick, sko. Já, það er ljótur leikur. Já, frekar að skilur hinu ælandunir velji, Já. að hinu ælandunir velji hver af parinu fyrir heim. Einmitt. Það er miklu algengara. Einmitt. Þetta var alveg sick og ég hélt að hann myndi ekki segja ég. Já, ég held að þetta er alveg svona discussion. Já. Þau, ertu ekki sátt með þetta? Vilt þú hafa Brad lengur? Ok. Embla. Sko bók? Hún lesa. Já. Já, en þannig að svo hverju komum svo fleiri inn? Lucinda og Millie og Liam voru bara strax like this. Hvernig finnst þið Millie og Liam sem par? Mér finnst það æði. Ég er nefnilega líka. Ég elska þau. Þú veist, óslega margir sem segja að séu boring Nei. og það er óslega fyndið en að þegar þið fóru á fyrsta date sitt daginn þá segir narratorinn bestu hvað heitir hann áttur. Ian Sterling. Já, sem talar fyrir hann eitthvað Liam is speechless. Eitthvað, it's not for the first time. Já. Þegar hann talar aldrei. Nei, hann er bara. Hann segir aldrei neitt, elsku kallinn, því ég held að hann sé ekki að fyndin, sko. Hann er ekki að fyndin. Já. Þannig að þegar hann segir eitthvað Já. er hann ekki að fyndin. Og svo þegar hann sagði bara eitthvað my Millie Moo. Já. Elska. Segir ekki líka hann að Jake? Libby Lou. Libby Lou. Já. Þú fílar ekki Jake. Fílar eitthvað Jake það? Þú veist, Þú veist Jake versus Nick. ég er farin að trúa honum smá, þannig að ég verð alveg heartbroken ef hann gerir eitthvað, sko. Já. Ég einhvern veginn finna sér eitthvað bad vibes. Já. Og ef hann muni ekkert gera neitt í Casa Amor, þá er hann svona... Play the game. Já. Þá er hann gera bara alltaf að reyna að fá votes. Ok. En ég elska Lucinda. Nei, Lucinda meina Liberty. Liberty, já, Já, ég elska elska Liberty, hana. ég elska hana. Sammála.
það var síðan recoupling í þætti 13 og þá valdi, einu sem var svo merkilegt þar var þú veist að Aaron valdi Cass í stað fyrir Sharon. Já, hann var bara ekki fílaður með Sharon. Maður sé líka hvað, þú veist maður svona, hann svona ógeðslega næs gæi og eftir hann hætti með Sharon þá var Sharon samt svona mikið eitthvað að íta sér á hann. Já. Alltaf að kúra með honum og hann var bara svona, ok, þú veist, ég myndi bara hann bara, ég bara góður en svo var hann kannski bara, ok, ég get ekki gert henni þetta lengur. So lead her on, einmitt. Að ég held að hann vildi ekki gera það, þannig að hann aldrei tekið til talk. Já, nákvæmlega. Ég held að Aaron sé eitthvað annað góðu gæi, sko. Já, ég vona það. Hann líka bara, maðurinn alltaf brosandi. Þú að sé svona situation sem þú átt ekki að vera brosandi, þá það bara... Já, ég vona hann sé góðu gæi. Ég held það. Teddy kom líka inn með... Get ready for Teddy. Já, með Lucinda og... Nei, hann kom ekki með þeim. Hann kom einn inn, einmitt, og fór að date. Ok, fákvæði að spenntið þetta kom inn. Ég var bara ok og bara geggjað, nýr gæi. Það voru svo margar single gælur, það var Rachel, Cass og Faye. Já. Og ég var bara og Sharon. Já, og Sharon. Já. Hann valdi hann þetta ekki. Nei. En hérna, já, þar fóru á þetta date. Ég var bara svona sem bara, hvað veit ég meira hann nema hann með gott shoe game? No jokes. Það eina sem ég veit manninn. Einmitt. En þú veist, hann lukkar óslega næs. Lukkar sjúklega næs. En hann ekki getting no screen time, sko. Nei, Mér aldrei að kennast honum meir. Ég sá á Twitter bara svona, það var svona, this person has reported missing. Og bara mynda Teddy. Já. Það var svona, where has he been? Ángríns. This whole episodes. Hann alltaf ekki skóm, það alltaf eins og mér. Ég var bara að labba inn í þessu Balenciagas, ég var bara, ok, he's bad, sko. He's a bad boy. Og svo var hann bara algjör nice boy. Og ég var alveg full að trúa honum með Faye. Já, og ég var svona í sjokki að valda Faye. Ekki ég. Ég var í sjokki. Ég man ekki eftir deytinu þeirra, ég man eftir með Rachel, ég var bara ok, hann frá velja Rachel eða Cass. Sko Faye kom ekki sem í hausinn á mér. Nei, mér dætti í hug Faye, af því hann var alltaf að grínast í Brett, alltaf segja eitthvað, I'm gonna choose Lucinda, I'm gonna choose Lucinda. Já. Hann var alltaf að djóka með það, og þá er ég svona, ok, hann fílar ljósherðar, og svona, já, þetta pældi ekki í því. Já, og þá er ég svona, það er örugglega Faye. Já, ég var búin að gleyma að hann langaði að kynnast Lucinda, en hann gerði það ekki af því að Brett var skoðin í henni. Held ég hvað hann er loyal. Hann þekkir ekki einu sinni Brett og er bara, nei, bara tjókir. Annað en Aaron. Svo byrjaði Sharon að fíla Hugo sem var bara svona, ég er svona trúðin eiginlega ekki. Nei. Ég var svona, ok, þú Ég vilt held bara vera að hérna. ykkur. Já, ég segi það, þetta er bara svona. En ég held að hann vantaði bara svona eins og reassurance frá ykkurum. Að það var einhvern veginn engin að sína áhuga sem var svo leðilegt. Já. Og hún var bara svona, þú veist, Hugo er að gefa mixed signals, allir voru bara, nei, hann er ekki, sko. Já. Mér fannst þetta alveg þegar hún fór heim, ég var bara, it's time. Já. Svo least comparable var náttúrulega Brad og Lucinda og þau ákveða sig að Brad fari og þá fór Chloe og Toby að rífast að þau voru líka eitt af least comparable. Oh my god, ég get ekki Toby, sko. Toby bara, eina sem að honum fucking, sem hann pælir í hvað öðrum finnst sig. Hann er mjög upptekinn af leiknum Love Island heldur en þú veist, bara því að finna ástinni einhvern veginn. Chloe var alveg saman með þetta og hann var bara að drulla yfir hana fyrir að publiki var ekki að gefa þeim nóg mikið votes. Og hún var bara mér alveg sama um Þetta snýst um okkur. Já. Ef við erum hamingjusöm, okkur skipta máli hvað öðrum finnst. Chloe var bara, þarna var bara svona, Chloe, þú veist, you are a real one, sko. Þegar hún var bara, hvað meinar þau? Og hann var bara brjálaður yfir þessu. Ég væri líka bara red flag, bara já, pínur, sko. En þá voru líka í þeim sama þætti, þá mætti AJ. Já, Ellie. Who's that my grandma in? Ándjós, hún kom og fór, sko. Aldursforsetinn, 28 ára. Hún var satt yngri en Rachel, sko. Já, Rachel 29 eða eitthvað. Já. En ég held í alveg að konan væri 30, sko. Ég held það líka, sko. Verður þau ekki ná. Já. Faye sagði líka, I rate myself higher than her. Já. Og svo bara strax eftir að Brad fór, þá fór... Já, þetta var þannig að þegar þær komu og voru uppi. Já. Og Faye var hann unbothered, bara að pússa sér negluna, bara... Hún var bara... stay calm. En Faye sagði þess að bara, there she is with her perfect thick hair. Já. Hún er geggja hár. Geggja hár. Hún er líka vinnu, hún er svona hár. Er það? Já. Hún var fucking slaying, sko. Svo var náttúrulega Hugo og AJ voru eitthvað svona, hún var eitthvað að reyna að flirta við hann og hann gaf henni bara ekki einu sinni eitt sjans. Hann var strax bara, nei. Já. Here we are. The trio. Golden trio. The golden trio. Og stutt eftir að AJ kom, þá mætti líka vinur okkar Danny. Oh my god.
hjálp, sko. Ok, ég hef aldrei séð mann sem passa ég að blíða inn í Love Island eins og Danny, sko. Ég var bara hrædd við hann. Ég líka. Hann var bara scary. Fyrst var ég svona, ok, þetta er svona, ok, einhver típa, það geðið mikið englendingur einhvern veginn. Já. Ég var bara, ok. Þá var þú veist, þegar það kom svona walk-inni, svo þurfti maður að bíða náttúrulega 24 tíma, náttúrulega maður getur séð meira hann. Og svo leiðum maður svo meira hann, þá var bara, ok, þetta er bara nákvæmlega svo ímyndaði mér. Hann er bara scary, Hann var bara scary og hann var líka bara með astnalegar skoðanir og bara, þú veist, reiður maður. Og það reiður, já. Gett bara svona, þú veist, að því að Lucinda er ekki bara svona, ég elska þig. Já. Þá hann bara eitthvað brjálaður. Bara eitthvað, halló, þú ert búin að vera hana í 10 mínútur, ætlar að fara að vera jealous yfir Aaron sé að halda áfram einhverju sem hann er búin að vera inn í. Já. Þú veist, hann hafði örugglega valið Lucinda ef að, þú veist, Danny hefði ekki tekið hana strax. Hann ætlaði að gera það. Þess vegna bara bjargaði hann Cass, við Já. erum alltaf ánægð með því að Þetta endaði vel út fyrir alla hina. Já, nákvæmlega. En þegar Aaron fer síðan að tala við Lucinda beint eftir íkáplingu og segir hann að ég myndi alveg kissa þig hérna og hann bara eitthvað svona snake. Já, þú veist, bara líka svona lúkina á hann, hann var bara svona kíkja eitthvað svona, maður svona. Hann var eins og þarna gæinn úr, jú. Já, Hann Joe bara Goldberg. Joe Goldberg, sko. Ángríns. Það er Danny. Ángríns. Ég skrifaði bara Danny red flags. Já, red flags. Við sáum það strax. Ég hef aldrei séð svona, ekki langan tíma, séð svona red flagga ég mætinn. Nei. Þau hljóta að taka það einhvers konar sálfræði þess, sko. Og ég ángríns. Þau taka því sálfræðitest. Þau taka því sálfræðitest. Það sem ég hugsaði er ef Aaron hefði gefið honum aðeins meira mótlæti, svona eitthvað, verið með smá meiri svona stæla, það er alveg, mér finnst hann alveg líklega til þess að henda sér í slag. Ángríns, sko. Veist þannig að því Aaron var bara, ok, sorry, I made you feel that way, þú veist, geðveikt rólegur. En hefði hann gefið honum smá svona, hey, þú veist, hvað? Já, ef Aaron var ekki svona allt of mikið nice guy. Já. En ég elska samt að Aaron var actually að reyna að ögra honum. Hann var bara... Hann var bara, ég ætla ekki að hætta. Já, hann var vissalega hann er ekki að fara að kýla hann í sjónvarpsþætti, skilur. Þá ertu rekinn heim. Af því það er engin annars... Þetta er ekki þannig þáttur. Nei, þú veist, þá ertu rekinn heim. Já. Chloe og Toby fóru síðan í Hideaway og did the dirty. Svo þau saman? Ok. Eða þú veist, það leit allt út fyrir það. Já. Og í sama þætti var Snog, Marry, Pie. Oh my god, ok, er það grínast með þetta Snog, Marry, Pie eða? Já. Ég hef aldrei verið að pirra að horfa á Snog, Marry, Pie því ég var bara, where's the fucking drama? Ándurs, þetta var svo ymmit, það var engin pirraður einhvern veginn. En samt skilur, ok, í venjulegum þáttum, þá allir, ef þú ert skotur í einhverjum, þá snoggar hana og Mary er bara your bestie, skilur. Það er það sem ég held Það var líka. allir fucking snogga Cass. Já. Geggjum samböndum, ég var bara, og fegi eitthvað, þegar Teddy snoggar hana, bara, hey, give her a proper snog. Já. Af því að hún var bara, gaf henni meira snog. Ég var bara, what the fuck? Hæ. Það bröðs þetta mér, ég veit ekki hvort þú vilt það. Jú, það er bara fínt. Hæ. Já. En þetta var alveg sick, sko, ég var bara svona, akkur er það að peppa það í að kissu gælunum sem þú ert coupled up with. Ymmit. Og Mary. Bara your bestie. Já. Bara allir hefði eftir bara marry Cass. Já, og bara gælurnar allar húku, veist það gerði, það var engin gæla sem gerði það. Nei. Skildi ekki. Bara, það hafði ekki verið hort á Love Island eða? Ymmit. Þetta var svo sick eitthvað. Og þú veist að horfa á Jake vera að snogga Cass og bara svona, stop it, Já. this is wrong. Og Teddy fannst mér líka. Já. Og Liam. Já. Og ekki Liam líka. Liam, ég skrifa þetta allt niður, sko. Liam, hann snoggaði Cass, já, það var bara svona, oh, stop it. Stop this. Akkur er hann snogga Cass líka, akkur er ekki Lucinda. Þær eru besties, skilurðu. Ymmit. Þetta var svo skrítið, þetta var allt skrítið það. Það er mjög skrítið. Cass bara getting all the... Já, hún líka bara búin að smakka alla. Já. Samt ekki búin að vera með mér. Nei, hún er búin að smakka alla bara, sko. Jesus. Og Og ég gati Toby samt að dodja the pie. Ymmit og Cass er bara take it like a man. Gríns. Ég get ekki Toby, hann er svo fucking immature. Ég get hann ekki, sko. Ég get hann ekki, en ég er samt meira í liði með honum heldur en Hugo. En we'll go into it. Svo er það bara Lucinda og Aaron kissast og þetta er búið með hennar og Danny. Lucinda og Danny og... Ég elska samt, ok, að Lucinda pæjaði hann ekki. Hún var bara, I don't like revenge. Það var geggjað. Og pæjaði hann Liam. Hún sagði, I could be petty, but I'm not. Já, bara, I don't like revenge, so... Og það er svo gott að hún fá bara ekkert frá henni. Enga Já, því hann pæjaði hana það náttúrulega. snert hann enginn Nei. í öllu channelinu. Já, það fyndi, ég veit það. Og bara, veist, er AJ og Danny eitthvað svona aðeins að spjalla. Svo voru fæsti vótin, með það var vóta þarna uppáhalds stelpuna, uppáhalds strákin. Það var Lucinda, AJ og Chloe.
og fæstu vótin af strákunum var Teddy, Danny og Toby og ég held að Teddy hefði bara gleymst. Ég held að Teddy, já, því að þú vótar skilur upp á þig. Já, já. Og það sem fá fæstu vótin. Já. Þá náttúrulega ertu varum, skilur, en já, Teddy gleymdist. Hann bara gleymdist og ég sá einmitt á Twitter, þú veist, þegar var svona að kjósa aftur, þá var bara please UK do not forget Teddy again. Án gríns. Og líka skilur eins og með, þú veist, stelpuna sem voru neðst niðri. Það er náttúrulega, það er bara svo mikið af legends, skilur, Liberty og Cass, það bara það eiga öll hjörtu. 100%. En ég held að það var ekki persónulegt að neina kannski nema AJ, ég held að enginn hefði votað hana sem fyrir. Já, því enginn var bara búin að tengja við hana. Já, maður þekkti hana ekki. Nei. En svo er þetta margir sem að votuðu kannski ekki Chloe út af því sem gerist með Toby og Cass. Þú veist, já, true. Og Lucinda með þeir sem gerist við Brad og eitthvað svona þannig. Já, ég held að margir heitir á Lucinda. Ég skil það ekki alveg. Ég er fan, sko. Ég er alveg fan, mér finnst hún alveg skemmtileg, Ég finnst hún alveg krútt. En ég skil ef að þú veist keppnin upp á svona ekta ást, að hún sé ekki kosin. Já, það er rétt, já. Ok, þú veist að verða svöng, kannski. Ég held að það eru líka að skipta smá bleiur, sko. Ok, við ætlum að taka smá pásu. Já, we'll be back. Jæja, we are back. Where were we? Ég man það ekki, hvar vorum við? Fæstu vótinn og það allt. Já, allavega, strákarnir dömpuðu AJ, þeir máttu ráða hvað stelpu á þessum þrem. Og stelpunum dömpuðu Danny, sem kom ekkert óvart. Gott valið um báðum, af því að þú veist, það var ekki rútað, hver var aftur í bóttum? Lucinda og eitthvað. Já, Lucinda og Chloe. Já, rút, af því að þau voru bæði í couples og eitthvað. AJ var einu sem var ekki í couple og Danny líka. Og Danny líka, þannig að við vorum bara bæ. It is what it is. Í sama þætti mæta Tyler, Georgia og Abigail. Já. Tyler, Georgia og Abigail. Gleym alltaf hvað Tyler heitir. Tyler. Já. Ok, ég er alveg búin að sjá svona meme sem að hann sé eins og gæinn í hana Bridgerton. Ég hef ekki séð það. Þetta? Já. En hann lítur eins út þá, eða bara eins típa? Nei, bara lítið eins út. Já, já. Ég skilji. Leið og Abigail og mætir, þá byrja Abigail og Toby að spjalla. Abigail, þegar það er sjó hana in the doghouse frammi, hún og Georgia. Já. Og hún er bara ekki, Georgia spyrir what's your plan tomorrow? I'm gonna fuck shit up. Já, hún sagði það. Já, bara, fuck, she's not here to, hún er ekki get liked. Yeah, Friend Island. Það er svo brútal að segja þetta, ég var svona, keep it to yourself, af því að fólk er að dæma þig hvernig þú ert, manneskja líka, skilur. Samt, mér finnst þessi sería vera eitt mest svona, allir ekki svona að passa sig. Það eru allir ógeðslega mikið að passa sig. Það er engin svona I don't give a fuck típan. Nei. Nefnum kannski Abby. Já, núna. Já. En það er svo vont hana, hvert eru komin? Abigail og Toby, já. Það er svo vont þegar recoupling var, skilur. Og svo svona morgunin eftir þá þarf Chloe að sitja uppi terrassinu. Já, á terrassinu. Að bara reyna að tala, skilur, og hún situr bara og horfir á. Maður svona, þú veist, þó að þetta sé náttúrulega ekki henni að kenna. Nei, og Toby að koma með fucking kaffi. Það er svo fucking vont, já. Ég var bara svona, greið Chloe. Ég væri bara eitthvað út í hotni, bara eitthvað, ég gæti ekki verið í kringum þau, skilur. Og áður en þetta recoupling er, þá er hérna Chloe Abigail og Toby ætla að tala saman og manstu Abigail vill síðan tala við Chloe og svo Chloe bara í svona confessionals bara eitthvað svona þegar hún var ein bara eitthvað svona I didn't care what she had to say. Já. I wasn't listening. Já. Hún bara vildi ekki vera eitthvað leiðileg. Já. Við glemdum líka að tala þegar Toby og Cass fóru smá að rífast þarna. Get ég Toby, sko, hann er svo fucking barnalegur. Bara segðu bara fucking fyrirgefðu þig. Já, og hann bara, bara að ég leiti líða þannig, I'm sorry. Hann bara skildur ekki hvað þú að gera hátt. Þú getur ekki verið að segja fyrirgefðu þig nema þú veist ekki fyrir hvað. Já. Hann var bara svona mikið að reyna að gera þetta fyrir aðra. Hann var ekki að reyna að segja sorry af því að hann genuinely cared og vissi hvað hann gerði rangt. Alls ekki. Hann er ekki mjög fólk. Já, síðan var þetta stóra recoupling. Það var Erin og Lucinda, Liam og Millie, Teddy og Faye, Jake og Liberty, Tyler og Cass sem við alveg shippum. Já. Við shippum sko. Eins og er. Toby og Abigail og síðan Hugo og Chloe og ræðan hans Hugo best. Sko, mér... Þú veist það ekki fan? Nei, ég var ekki fan af það því að þú veist, mér fannst þetta bara svona
Mér fannst það vera svo ógeðslega mikið að blindsæta Toby að því hann var búinn að vera bara eitthvað svona segja við hann bara svona, you do what you have to do, bara eitthvað svona Because he loves Chloe, kannski, skilur. Ég veit það, en það sem var líka vont, þú veist, Georgia átti greinilega ekki heima þarna. En þarna, sorry, ég er greit frá mér þér. Já. En þarna, í þessari couple-i, Hugo hafði ekki hugmynd um að myndi gera það við Chloe þarna. Nei. Þannig að væntanlega hann bara fucking reiður, skilur, inn í sér. In the moment, auðvitað, skilur, já. Þú veist, hann var bara Chloe á þetta ekki skilið. Og hún segir þetta þarna in the heat of the moment. 100%. Hann var ekki búinn að plana þetta því hann vissi ekki að hann myndi velja Abby. Það vissi það enginn, sko. Ég held að myndi velja Chloe, sko. Ég var bara svona, ok. Ég held líka að Hugo myndi velja bara Abby, sko. Já. Af því að ég held að hann var, já. En það mér fannst við þess að ræðu líka, þú veist, Georgia stóð þarna eins og bara eitthvað, þú veist, og hann var alltaf að segja, Toby, you made Chloe feel this small. Bara hvernig lest þú Georgia líða? Ekkert svona smól. Jú, þetta bara... Hann var búinn að taka tjattið á hana að væri í fílun, þannig séð. Ég veit, en hann hefði bara getið verið bara svona, I'm gonna decide to couple up with one of my best friends here, en þetta var bara eitthvað svona geðveitt sassy og Chloe eitthvað gett sassy á móti og Georgia var bara eitthvað svona... En samt Georgia var bara, you'll be fine, skilur við. Já. Georgia var búinn að vera henni í 10 tíma eða eitthvað, skilur, who cares. 10 tíma, já. Ég held að hún sé líka bara þannig persóna, hún var bara svona, þú áttir þetta ekki skilur líka, ég held að hún var alveg bara Já, 100%. tím þetta, skilur við, og ég veit ekki, Hugo var ekki að fíla hana. Nei, hann átti ekkert að couple up með henni, alls ekki. Ég er ánægð að hann bergaði Chloe, bara for the sake of the show. Hann skuldar Georgia ekki neitt, skilur við. Ég veit að þetta var bara svona eitthvað, nei, ég veit ekki. Ég var eitthvað svona, oh my god. Hann var búinn að taka talið við hana. Já, hann átti ekki að couple up með henni, en ég bara svona, hann hefði getað sagt þetta við Chloe svona aðeins meira subtle. Þetta var eitthvað svo mikið svona... Hann var brjálaður ekki. Já, hann var brjálaður. Já, I loved it. Og ég fucking þoli ekki Toby, sko. Og Toby var brjálaður eftir á. Ég veit það, mér finnst Toby fucking piece of shit. Ég get hann ekki, sko. Æ. Hann er bara fucking 5 ára. Hann er ekki hægt að tala um mannin. Hann er bara alveg fílupúki. Og þú veist, hann getur ekki tekið neinu eins og kallmaður, sko. Sammála. Take it like a man, nefnilega. Take it like a man. Yeah. Nei, ég líka, þú veist, ég er ekki að segja að ég fíli, þú veist, Toby, en ég bara fíla hvorugan. Hugo, nýja Toby. I don't mind Hugo, skilur, en ég bara þoli ekki Toby. Mér finnst Hugo núna vera svolítið svona snake einhvern veginn, ég veit ekki, bara einhvern veginn svona eins, og Toby sagði alveg rétt að segja bara svona, you're just a guy who just follow girls, you just follow girls. Svo, þú veist, ok, það er alltaf lægi að eiga bara stelpu í einhvern, skilur. Ég veit það, en þetta var svo rétt, skilur, þú veist, með að við séum hvað við sáum Hugo segja við Chloe upp í rúmi. Já. Hann er alveg smá skoðin í, já, skilur. Já, hann er það alveg, og hann á bara að viðurkenna það, þess að vera eitthvað svona, ég er riddari sannleikans og eitthvað til mig. En svo hann sagði ekki bara við Toby, Chloe er vinkona mín líka, skilur, Já. Og mér varst það ekki að fair. Akkur ætti hann að bakka bara á Toby bara því hann er strákur og bara brókótt. Væntanlega bakkar hann líka vinkonu sína, þó að sé kannski mögulega meira skoðin í henni, skilur. Kannski er hann ekki, við veitum það ekki, en þú veist, það lúkkar alveg hann. Það lúkkar alveg hann. Ég veit ekki. Það var svolítið sjátt þarna í rúminu. En á sama tíma, og mér fannst kannski þessi ræða Hugo alveg bara kannski svona smá dónuleg, þá á sama tíma var ég svona mjög ánægð að hún gerðist, af því að þarna fannst mér fyrst svona Love Island almennilega byrja, þú veist, þarna var drama að mæta. En ég er bara ánægð með að Hugo hafa gert það, sko. Já. Af því að ég er búin að, bara eftir að, skilur, ok, fine. Þegar Cass og hann Toby hætt saman, já, ok, þú veist, hann er bara fylgihjartanur, skilur, Chloe bara kannski meira hans típa á eitthvað. En svo þegar hann átti chattið við Cass, þá var ég bara, hann er svona ógeðslega tækifæri sinnaður, örugglega eftir að hoppa bara á hverju einustu nýju gerði sem gerum hann og svo er hann bara hannig. Og þú veist, það var nákvæmlega sem að Hugo sá, skilur. Hann er bara að gera þetta núna, tvisvar. Og munur örugglega ekki hika við að gera þetta aftur í Casa Amor. 100%. Hann er svo mikið, hann Toby, að fara að gera eitthvað í Casa Amor, sko. We promise you. Svo bara þátturinn eftir það, bara, þú veist, mjög basic einhvern veginn finnst mér, þú veist, bara eitthvað svona Abby alveg bara kistu mig upp í rúmi við Toby. Hann sagði, nei, þarna var ég ánægð með Toby sem fyrir að segja, hvað blessi sig. En ég held samt í alvörinu hafa að gera bara því að hann vita að það er myndaðilega hana, sko. Já. Hann bara pæli hvernig fólk hefði tekið hann og hann langaði alveg 100% að gera það. Hann var ekkert eitthvað, oh, respect. Því að, þú veist, hann þekkir ekki orðið respect, sko. He doesn't know what it is, sko. Doesn't know what it means. Og svo bara í kvöld, það ekki? Já. Í kvöld var aftur þarna vote your favorite couple. Þannig að það er eitthvað par að fara heim eða eitthvað úr einhverju pari. Já.
að öllum líkindum, nei, Toby og þau eru safe. Af hverju? Anskotin, Tyler og Cass eru safe. Og þau eru ný. Og Toby og Abigail. Og ég sá þetta ekki. Jú, þau eru safe og ég get lofað því framleiðendur þáttarins gerði það bara því þau vissu að Toby væri sendur heim. Já. Þannig að það þarf að halda þeim. Þannig að þetta er á milli Jake og Liberty, Liam og Millie, hver eru fleiri að það? Lucinda og Aaron. Já, Lucinda og Aaron. Þetta verður Hugo og Chloe og Lucinda og Aaron sem verður neðist allavega. Já. Kannski Millie og Liam. Nei, ég held að fólk alveg er svona Nei, fólk er ekki að sjá það. Samkvæmt Twitter er fólk alveg bara. Já, give them the 50k. Ok, ég er nefnilega þar, sko. Já. En þú veist, þó að það væri, þú veist, þau eru bara óksla, maður líður bara eins og sé ekki persónuleika því maður sér ekkert af þeim. En svo eru þau náttúrulega bara geðið fyndin, skilur, eins og maður sér í svona unseen bits og eitthvað þannig, ef maður horfir meira það. Þá sér maður svona meira heim, þú veist, djókið og, þú veist, þess að þegar Liam gerði grín að Lucinda ég beint í andlitið á henni, það var bara sem ég séð, sko. Já, kysla gott. Really? Really? Yes, really? Brjálaug. Smóka. Og þau tvö hana, Liam og Millie að gera grín að henni, með hárið á henni. Þannig já, það er örugglega eitthvað par að fara heim eða eitthvað úr pari. Já. Ég veit ekki. Annarkvort og svo byrjar Casa Amor í kvöld. Við Sunneva höldum að vinur okkar sé að fara að vera í Casa Amor. Já. Við höldum það. Hopefully. Nei, af því að þú veist, þetta... Hann flaug út til Spánar, hann sérst floginn út. Já. Fyrir 2 vikum síðan og þarf að vera 2 vikur sótkví. Og það er náttúrulega aðeins meiri tími liðin af því að þau eru búin að taka þetta upp, þetta skiljið. Þannig að við sjáum það í kvöld hvort hann sé með. Þá látum við vita hver hann er. Já. Ok, okkar svona predictions fyrir Casa Amor. Casa Amor. Ég veit sko ekki með Cass, ok. Ég veit ekki heldur. Ég held að hún held að hún lúkki ekki að skotni Tyler. Þannig að það gæti alveg verið að hún bara verði loyal, en gæti verið að þú veist Tyler finnir sér því að við erum búin að sjá hluta af fólkinu sem að vera í Casa Amor. Það er engin sem ég er búin að followa og fá ekki lengi á Instagram. Já, hvað heitir hún? Mary. Setjum myndaðin eina. Já, hún er fucking bombshell sko. Já, hún er bara, já, ég dýrka hana sko, hún er fucking geggjuð. Já. Það er sem alltaf að koma eitthvað svona bombshell, svona Instagram bombshell, fattur það mig? Já, nákvæmlega. Það er bara svona Molly May típa, skilur. Já, og hinn Molly sem að Callum var að Já, já. Alla Mollyar. Gríns. Það er alltaf eitthvað enn. Já. Mary, Molly. Ok. Ég held að hún muni alveg fuck sér upp, sko. Ég held að líka. Og fyrir við pörin, ok, Cass og Tyler, ég held að bæði komi með eitthvað nýjan. Já, það geta alveg verið. Þau eru svo early on. Ef að það sé eitthvað, þú veist, þess virðið að inni, sko, þú veist. Já. Spennt að sjá það. Þetta er örugglega skemmtilegast þátturinn, sko. Þetta er alltaf skemmtilegast þátturinn. Ok, Cass og Tyler, já, við höldum svona cirka, þau eru svona, já, loose screw. Já, ég held því ekki, þau eru ekki safe, sko. Nei, Liam og Millie, ég heldum bæði verið loyal. Ég held það líka. Ég held að þetta verði bara svona Molly May, Tommy moment, sko. Já. Bara kemur tilbaka, bæði bara eitthvað sakna ég svo mikið. Ellie Belly. Og líka pæltu þetta er sko vika og vika núti er örugglega svona 3 vikur. Og því þú ert 24/7 og þú þarft að sofa í rúmi með þeim og þetta er crazy. Þetta er ekki spennt. Og svo er það hérna Jake og Liberty. Ég held að Jake er fyrir Snake. Við höldum alltaf að Lib verður 100% honest. Hann mun reyna við vinkonum mínu Mary, sko. Hvað er það? Hún er ljóshærð, alveg gorgeous. En fílar hún hann? Nei, ég held ekki, en ég held að hann mun samt alveg svona reyna. Ok, hann mun reyna, hann mun vera declined. Já. Alveg svo gerst fyrir Curtis og Amy. Já. Þú veist ekki, Curtis reyndi við og hann var svo pínu declinaður. Já. Ég vonast þetta ekki, við erum alveg bara praying að við höfum rætt fyrir okkur. Já, ég vona innlega í hann þegar við erum með Jake, sko. Já. En bara for lips sake, sko. Í sammála. Svo er það Faye og... Heyrðu? Faye og Teddy. Held, sko, ég trú alveg á þau. Já. En að því ég veit ekkert Teddy, þá veit ég ekki hvernig hann mun haga sig þegar það koma fleiri. Þannig að hann hefur aldrei sýnt neitt áhuga neinum öðrum nýjum gælum, sko. Nei. En hvað veit maður? Ég vona einlega að hann verði loyal. Ég vona líka. Bara svona. Ég held að Faye verði loyal. En þú veist þess að við töluðum áðan, hann fílar svona ljósari gælur. Ég er sterkar líkur á að Mary mín sé að fara að fokka þetta upp, sko. Ok, Mary mín, sko.
Ó, minn aumasti. Já. Mary verður með vandræði. Ég veit samt eitthvað hvernig típa hún er, skilurðu, Nei. til þess að vera eitthvað að reyna við alla, eða hvernig hann væri þér. Já, Teddy gæti líka verið svolítið. Já, að hún ljósar og Já. geða sæt og eitthvað. Ég held að Faye verður lojal. Já, 100p. Ég held að hún alveg fíli Teddy það mikið, sko. Já. En ég vona einilega að Teddy verður lojal líka. Ég vona líka. Ok, er eitthvað sem við erum að gleyma? Aaron og Lucinda. Já, bæði. Bæði unloyal. Nei, Lucinda verður unloyal og Aaron verður ekki unloyal. Ég sko, mér langar svo mikið að gerist. Hvað? Að Brad kom inn í Casa Amor. Mér langar að sjá hvað Lucinda myndi gera. Hún myndi ekki couple up með hann. Ha? Hún myndi ekki. Heldur hún myndi ekki gera það? Nei. Ég held nótjúka að gæti verið, sko. Hún myndi að vera geðveikt. Já, ég var svo til að sjá, af því að það hefði ekki gerst. Nei. Að kom einhver oldie, skilurðu. En þarna það er allir svo ógeðslega suspicious af Lucinda, það er svo mikið að sögum í gangi hana. Já. Að þetta væri svo gott test. Svo gott test. Ok, það er ofst, en ég held að hún verði unloyal og Aaron verði loyal. Já, ég held líka. Toby... Hugo og Chloe. Hugo og Chloe. Muna autofinna sér eitthvað. Bæði. Eldur það? Já. Þessi allan og Chloe. En já, Ég veit að Hugo líka- veit já. að hann er friendzone, Já, skilurðu. já. Hugo og Chloe munu bæði Já. finna eitthvað. Það er rétt. Toby og Abigail. Bæði. Já. Allavega 100% Abby. 100% Ég held Abby, að Toby verður svona fuck, ég get ekki gert það aftur, skilurðu. It's too fresh. Já, Af því að hann er svo mikið að pæla hvað öðrum hann er finnst. svo mikið í leiknum. Já. Þannig að ég held að hann verður svona ok, ég verð að vera loyal, en samt er náttúrulega að vera bara, hann verður auðvitað að reyna á alla, sko. Já. Já, eitthvað svona, maður ekki þegar eins og það Abby kom, bara traps everywhere. Traps. Já, hann er að vera hann aftur bara. Hann mun pottið finna ykkur aðra, sko. Já. Ég held að hann muni finna ykkur Já. aðra. Hann mun reyna svona fyrstu dagana og eitthvað, nei. Það fyrir eftir því Svo svona bara hvernig dettur hann. gælur verða hann inni. Já, ég er svo spennt, sko. Af því þú veist, já, hann fílar alveg svona, alveg Já. bombshells, fattur mig. Klárlega. Og ef að vinnur okkar fer inn, hérna, hver heldur hann reynir við? Chloe og Lucinda. Já, 100% Lucinda, já, 100%. Já. Algjör típan, já, og Chloe líka, já, Vá, ég mun gleyma þeim, ég var hugsa bara Faye, nei. Nei, ekki Faye, Nei. ekki Cass, 100% Chloe Lucinda. ekki Allavega Abigail, Lucinda, sko. já, allan að Lucinda. Hjálp. Af því að, já, Ég Ég veit að veit Lucinda myndi ekki fíla hann. af því ég veit ekki, sko, ég veit að hann sagði við vinn okkar, þá sagði hann, hérna, there's maybe one girl I like in there. Það hlýtur að Lucinda. Maybe one girl. Og svo náttúrulega koma yfir, ef hann verður couple out, Já. koma yfir, svo koma fleiri gælur, skilur. Þannig að, Lala. Þetta er svo spennandi. Þannig að næsta verður eftir Casa Amor. Þá verður sko emotions running high. Veistu hvað ættum að gera? Hvað? Þegar það er recoupling, þannig að eftir Casa Amor, þá ættum við að vera með, bara reyna að horfa saman, eða ef við þurfum að horfa sitt hvað lagi, þá allar að taka okkar reaction ship. ángríns. Ef vera live að horfa. Ándjóks eða það. Allavega, takk fyrir að recapa með okkur Lofal, en Já. vonum að þið sé að fylgjast með skáli vatn. Skál í vatn í fínu brúsanum okkar og ég glemdi að kaupa nýja út í London. Já, við ætlum kannski að taka það fram, við glemdum þeim, en En þú veist, þetta er OG brúsanir og þetta er the originals og það er hvað sem er ekki heitt hérna og gott. True. Okay. See you See í you næsta later, recapi. besties. Happy Casa Amor! Casa Amor!